Og við erum komin hérna á upptöku og hér undir efni þá heitir þetta gömul próf Vélskóla Íslands. Hér lausn æfingapróf 2016 og ég opna hérna fyrir lausnina. Og þá kemur hún út svona og fyrsta spurningin hérna var ef rafali hefur 45 gráðu póldeilingu þá hefur hann sem sagt 4 pólpör, ekki satt. Og síðan 1, 2, hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör og þá það 720 gráður. Ok, síðan í 1, 3. Ef rafali á að snúast hægt þarf hann, sem sagt með það að hér átt við að tíðnin sé hinn sama, sem sagt 50 rið, þá þarf hann að hafa fleiri pólpör en ella. Allt í lagi bara að loka. Hvað ella með mörg pólpör? Hvað segirðu? Hvað ella með mörg pólpör? Veit ekki. Nei. Já, sem sagt, en annars, sem sagt. Já, þeir eru kannski ekki vanir þessu orði. Sem sagt, venjulega myndi hann þá vera með fleiri pólpör. Ef hann snýst hægar þá hann með fleiri pólpör. Ok, það þýðir það. Síðan í 1.4, hér framleidd spenna rafala hún háð snúningshraða og segulmögnunarstraumi rafalans. Það eru þessi 2 atriði sem að framleidd spenna rafalans háð. Ok, þau eru komin með það. Síðan í 1.5 þá sem sagt álagi eða þá erum við að tala raunálag. Jafnað á milli rafala sem tengdir eru sömu safneinum með því að stilla óskgildi hraða afvélar. Þannig að þá erum við að hafa áhrif á olíugjöfina til þess að jafna raunálaginu á milli rafalana. Ok, það klárt. Ef að hérna væri spurt launálag, ekki kilowatt heldur Q, kilovolt ampere reaktív, VAR eða VAR, þá myndum við vera að stilla strauminn inn á pólhjólið. Ekki satt? Þá verður að hafa áhrif á segulmögnunina. Ok, þannig að það yfirleitt þessi 2 möguleikar á þeir þegar við erum að spyrja svona, að jafna álagi á milli rafala. Hvað, stilla strauminn inn á núna ég að spyrja að þetta kilowatt, þetta P, raunálag. Þá erum við að stilla óskgildi hraða afvélar. Ok. Síðan 1.6. Ef 3-fasa rafali þríhyrningstengdur, þá fasastraumurinn, hann jafnt og aðalstraumurinn, deilt með rótina 3. Ef væri að spyrja spennu, þá í þríhyrningstengingu þá sama fasaspenna og aðalspenna. En hérna verður að spyrja strauminn, af því að hér tala að fasastraumurinn jafnt og aðalstraumurinn deilt með rótinni af 3. Ok, þið skulið sem sagt bara renna yfir þetta svona atriði eins og með ef að væri verið að spyrja í stjörnunni, að þá væri til dæmis fasastraumur og aðalstraumur sami straumur í stjörnutengingunni. En það væri hins vegar fasaspennan, hún væri aðalspennan deilt með rótina af 3. Svo það væri hérna annað. Brynjar, hringdi ég það eftir, ég í upptöku. Hérna í 1.7 þar erum við með 3-fasa rafala, hann gefur frá sér 600 kilowatt
og launablið er 500 kVA reaktív, þetta er sem sagt Q-ið og spennan 400 volt og við höfum að reikna fasvik rafalans. Við getum gert þetta til dæmis á 2 vegu, af því við erum með hérna P og við erum með Q, þá getum við byrjað á því að nota Pythagoras-regluna og sagt sem sagt P hverfðun af P í öðru veldi pluss Q í öðru veldi og síðan taka rótina af sömunni og fá S, reikna út sýndaraflið fyrst. Og síðan getum við sagt bara kósinus á horninu getum við fengið raunaflstöðulinn með því að segja P deilt með S. Þá værum við komin með það og svo tekið kósinus fyrsta af raunaflstöðulinnum og fengið þá fasishornið. En svo er líka hægt að nota þessa aðferð, Tangents aðferðina. Þá segjum við hérna sínus deilt með kósinus. Það er sem sagt Q launablið deilt með P, raunaflinu. Og þá er hérna 500 kVA reaktív deilt með 600 kW. Og af því að þarna er sem sagt 1000 bara stytt út sko á móti hvort öðru, þannig að þá má þetta svona, en þegar við erum að reikna út straum og allt svoleiðis, þá er betra að setja þetta upp í vöttum. En þetta er í lagi svona, þá höfum við tangasinn töluna 0,833 og þá tökum við bara hornið, setjum tan í mínus fyrsta og fáum að hornið er 39,8 gráður. Er spennan bara það ruglíma? Já, spennan er bara vegna þess að við gætum, þetta er bara almennt, það getur verið ýmislegt sem stendur á rafalanum, hvaða spennan gefa, hvaða hámarksstrauman þyrfti eða eitthvað svo, það getur verið alls konar upplýsingar í dæminu sem við þurfum ekki endilega að halda. Þetta er eins og þið komið að rafala, þið fáið alls konar upplýsingar hann, en þið þurfum að taka út þær upplýsingar sem að þið þurfið til að fá fram ákveðna hluti eins og fasvikið. Ok, síðan við sjáum það að í næstu spurningu, þar hefur gleymst að taka fram spennuna, en hún stendur hérna. Sjá í 1.8, það er ekki talað um neina spennu þar, því að það er vísað í dæmi 1.7. Sjáðu, þess vegna var nauðsynlegt að hafa þessa 408 spennu hér, skiljið, þó þið þyrfti ekki að nota hana hérna í 1.7, heldur þið þurfið að nota þessa spennu í 1.8. Því að hér er talað um álag rafalans í dæmi 1.7 er minnkað niður í 500 kW. Þetta er sem sagt aflið út úr rafalanum. Nýtnin er óbreytt, það er bara auka atriði í sjálfu sér, skiptir engu máli og fasvikið er 40 gráður, það hins vegar skiptir máli og við höfum að reikna straumin og þá notum við raunaflsformúluna af því að við vitum hvað aflið var minnkað niður í P, 500 kW og þá einangrum við straumin út úr þessari formúlu af formúlunni þriggja-fasa og þá er straumurinn saman sem raunaflið P deilt með spennunni U og rótina 3 og raunaflstöðlun, kós-φ. Og þá er mjög, fyrir reiknivélarnar sumar hverjar þá er mjög nauðsynlegt að setja sviga fyrir framan 400. Þannig að við myndum segja að straumurinn saman sem 500.000 setjum þetta inn í vöttum til þess að fáum strauminn ekki í kílóamperum heldur í amperum, skiljið. Það er betra. Þess vegna setjum við þetta inn í vöttum og skrifum 500.000, 3-0 Hvað segir ykkur á því? Hafið þetta í vöttum, það er auðveldara. Svo deilt með, og myndi ég setja sviga, deilt með svíi opnast 400 sinnum rótina 3 og síðan þurfum við að fara undan rótinu eins og þið þekkið og svo sinnum kósinus af 40 gráðum og svo loka sviganum. Og sama sem, þá ættum við að fá strauminn í amperum, 942 amper. Gekk það ekki vel hjá ykkur? Já. 949. Ok. Það var þetta bara eitthvað varðandi aukastafi ef þú hefur tekið kannski kósinus af
40 og skrifa bara niður suma stafina en ekki alla aukastafina, skilur. Það gæti verið ástæðan. En ég meina, þó að það myndi muna einhverju í svona stórri tölu að þá tek ég stærðina sem rétt og aðferðin er líka rétt, þá er þetta pottþétt rétt. Ok. Þá, hérna, engar frekari spurningar varðandi þetta. Þetta er rauninni bara einangra strauminn og reikna út strauminn. Og nota spennuna sem var gefin upp í hérna síðasta lið 1.7, 400 volt. Og hérna, nýtnin skipti engu máli í þessu. Þannig að þetta er bara svona. Ok, þá förum við bara í næsta, í 2. Þá er þetta kafli þryggjafasa rafstöðvarmótora. Og það er hérna 2.1, þegar að skammlaus mótor er keyrður álagslaus, þá er að skoða hvað af þessu er rétt. Þá virkar hann mest sem launálag en lítið eitt sem raunálag af því að hann er álagslaus, skiljið. En hann er mest með launálag af því að hann tekur sem launálag til þess að segumagnast sig. Ok, þannig að það er rétt að svara. Hann virkar mest sem launálag og lítið eitt sem raunálag. Ok. Þannig að þegar þeir eru álagslaus, þá er mesta fasvikið. Þá hérna veldur hann mestu fasviki á netinu, skiljið, af því að þá er raunaflið sem hann tekur svo lítið. Og síðan, sem sagt, sko, þá er, þegar að í álagið eykst á hann, þá hérna minnkar fasvikið, raunaflstöðlinn hann stækkar. Hann getur aldrei verið stærri en 1 náttúrulega, skiljið, en hann lagast, hann hérna færist nær einum, hann hækkar. En fasvikið, það eru gráðurnar. Það er minnka, aftur á móti. Þannig að fasvikið minnkar ef að álagið eykst. Þetta er bara svona í kringum þessa spurningu hér, sem er að spá. Ok, 2.2. Þegar álag á skammlausmótor er mikið. Já. Minnka. Ég las það vitlaust svirkjaði, þegar álag á skammhlaupsmótor er minnkað, virkjaði, þá minnkar snúðstraumurinn. Það er það réttast í þessu hérna. Því að fasvikið það eykst ef að álagið minnkar. Þá eykst fasvikið. Þess vegna er minnkar fasvikið, það er vitlaust. Og minnkar launviðnámsátursins, það er bara eitthvað rugl, sko. Síðan eykst grikkurinn, það er vitlaust vegna þess að hún minnkar við minnkandi álag. Ok. 2.3. Með stjörnuþríhyrningsræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumur lækki í 1/3 af ræsistraumsgildi við beina ræsingu. Þetta er akkurat eins og við mældum og við sáum oft það er bæði þetta á bæði við ræsistrauminn og ræsivægið þegar við erum með stjörnuþríhyrningsræsingu. Og þá lækkar ræsistraumurinn í 1/3 af ræsistraumsgildi við beinræsingu og ræsivægi lækkar líka niður í 1/3 af ræsistraumsgildi við beinaræsingu. Eða ræsivægisgildi við beinaræsingu. Ok. 2.4. Hvað eftirfarandi er rétt þegar talað er töp í skammhlaupsmótor? Og hérna er rauninni verið að fara yfir alls konar töp sem eru í skammhlaupsmótorum og hér er rauninni verið að vísa í formúluna að þegar að hérna, straumurinn til dæmis eykst í mótor þá aukast hérna eirtöpin með straumnum í öðru veldi vegna formúluna P sama sem E í öðru sinnum R. Þessa
þessi formúla verður með í formúluhringnum þegar ég læt ykkur fá prófið, þannig að þið hafið þessa formúlu líka, en hún er ekki sennilega í þessu prófi hér. Og þannig að eirtöpin aukast með straumnum í öðru veldi. Það er rétta svarið hér. Þannig ég ætla ekki að fara í hina möguleikinni, það er bara verið að reyna að rugla ykkur með því. Með ekki gera það. Í 2.5. Ræsivægi skammhlaupsmótors í stjörnuræsingu, þetta er miðað við stjörnu 3 ræsingu, það er það bil 1/3 sinnum ræsivægi í beinni ræsingu. Þannig þetta var það sem ég var að tala um áðan, í tengslum við strauminn. Vegna þess að straumurinn í ræsingunni fer niður í 1/3 við stjörnu 3 ræsingu, þá fer líka ræsivægið niður í 1/3 miðað við ræsingu í beinni ræsingu, eða miðað við beina ræsingu. Ok, þetta er komið hjá okkur. Þá förum við í næsta sem er reikningsdæmi. Þá höfum við mótor í 2.6. Það sem er merkt á mótor er alltaf P út. Ok, þannig að við þurfum alltaf að byrja á því að reikna aflið inn. P inn. Þannig að þú reiknar þetta kósinus mínus 1, er það ekki til að teikna þetta vektorametra? Já. Já, var það? Er ekki svarið? Nei, þetta er bara einhver óþarfi, sko. Já. Jú, teiknaði straumvektorament. Jú, það var til þess að teikna straumvektorament. Já, alveg rétt. En, jú. En ég hins vegar er ekki með þessa straumvektorament hérna. Í þessari lausn. Þannig að við græðum ekkert á því. Sem sagt, þannig að við setjum P út sem er 15.000, setjum það í vöttum til þess að við fáum aflið inn í vöttum, og af því að við þurfum að nota það til þess að reikna út strauminn á eftir, af því að það er beðið hérna að reiknaði strauminn frá 400 V neti við fullt álag. Og þá fáum við aflið, það er sem sagt stærra heldur en 15.000, það er 16.759,77 vött, og til þess að reikna út strauminn þá þetta er aflið inn 16.759,77 vött deilt með spennunni rótina 3, þetta er 3 fasa, við verðum að deila með rótina 3 líka, sinnum 0,84 sem er raunaflsstöðullinn. Og þá fáum við að straumurinn er 28 ampere, eða 28,79, það var léttilega að segja 28,8 ampere, allt í góðu. Og síðan er hérna raunaflsstöðullinn, hann er notaður hérna til þess að finna hornið, til þess að teikna straumvektorament. En til þess að við höfum nægan tíma í prófinu, þá ætlum ég ekki að láta ykkur teikna straumvektoramyndir í prófinu á morgun. Sleppum því. Sleppum vektoramyndum. Ok, það er alveg á hreinu. Síðan, næsta atriði hérna. Útskýra merkinguna 230/400 volt varðandi tengingu mótorsins. Hérna með þetta. Já. Væri að lægja sér 230 er delta-tenging og 400 er Rusland. Já. Já, ok. Því að þegar þið eru með 230 volta kerfi, þá hérna til þess að fá fullt afl út úr mótornum, þá verður að tengja hann í þríhyrning. Og þegar þið eru með 400 volta kerfið, þá verður það stjörnutengjan svo hann þoli spennuna fyrir hvert varð, sem er 230 volt. Sem sagt, fasaspenna mótorsins er 230 volt og hægt að stjörnutengja mótorinn við 400 volta kerfi. Það er líka hægt að segja það þannig. Þannig að þetta er alveg rétt hjá þér. Ok. Þá er það næst. Reikna út málvægi mótorsins við fullt álag og þið fáið þessa formúlu líka. Og þannig að vægi, það er stórt M sem er notið í því. Þá er það P sinnum 60
deilt með 2 sinnum bí sinnum snúningshraði við fullt álag sem var gefið í dæmi 2.6 1460 og þið fenguð 98,1 Newtonmetra, eða ekki? Ok, þetta er málið og þá heldum við bara áfram í 2.8 við höfum að reikna sýndarafl mótorsins við fullt álag. Já, það er bara S-ið, einfalt. Það er bara U sinnum I sinnum rótina 3. Við erum aðeins skokkar við 2.6 og Já, 2.6. 2.6, fyrir svona. Er einhver góð bókmenntaregla bara fyrir hvernig maður á að passa það eitthvað P1 og P út? Vegna því ég alltaf að regla þessu saman. Sko, ef þú þarft að reikna straum sem mótor tekur, þá þarftu alltaf að byrja á því að finna aflið inn, vegna þess að það stendur á mótornum aflið út. Það er algild regla, sko. Það er fyrst og fremst þetta, og þetta er það sem við þurfum að gera. Ef Það að var ekki að finna P1 alltaf að láta að finna 1. Jú, bara þetta er mótora. Bara þetta er mótora. Já. Þá þarftu alltaf að reikna P1. Því að það er yfirleitt aldrei gefið. Það er málið. Þetta á bara regla. Já, já, akkurat. Flott. Og niður aðeins og bíðið. Niður á B-ið, já. Svona. Voru ekki búin að segja þetta? Jú, það er bara einn að tékka aðeins yfir þetta. Það er komið. Flott er. Útskýrið bara muninu eða ekki? Þetta ekki gera það? Jú, bara hvað þýða þessi merkingar? Já, bara ég sagði bara þú Einfalt. 30 settartengi. Já, nákvæmlega. Það er bara nóg. Það er fínt. Ljómandi. Ok, þetta var komið. Og þetta er svona. Ef að væri spurt launafl, Q, hérna, þá náttúrulega mynduð þið nota það svikið sem að við vorum með hér, eða sem sagt raunaflstöðulinn, og reikna út gráðnar og taka svo sínusinn af þessu horni, skiljið. Eða nota þessa gráður hérna, 33 gráður, í þá útreikninga hér. Ef að væri beðið Q, þá er það U sinnum I sinnum rótina 3 sinnum sínusinn af 33 gráðum. Þá fengið þið launaflið. Hérna, ef þú varst að hitta með örlítið vitlaust, ef þú gerir aðferðina hér rétt og settir rétt inn. Já, þá farið alltaf eitthvað fyrir það. Já, Það er að ég er rauninni bara með vitlausa tölu, já, ég er með 25.077 í staðinn fyrir 28.077. já. Það myndi, í rauninni, ég myndi ekki draga mikið niður fyrir það. Ef þessi aðferð er alveg hár rétt og með rétta aðferðina og hefur bara reiknað út tölun annar staðar vitlaust, þá fengir það rétt hérna með, sko. Já. Ég tek alveg tillit til þess. Ok, síðan koma spurningar úr verklegum æfingum. Það er spurt hérna í 3.1. Er yfirálagsvörn, tvímálsvörn, næg vörn fyrir mótor og lagnir að honum? Sem sagt kapalinn og það allt saman. Ef svo er ekki, hvað nefnist sá varnarbúnaður og hvað á hann að verja? Þetta eru í rauninni sjálfvörn eða bræðivörn í töflu. Það er skammhlaupsvörn sem ver fyrir skammhlaupi í kapli eða mótor. Þannig að þú ert ekki að spyrja hitalið eða svoleiðis. Nei, það kemur seinna, sko. En backups. Ég er ekki að spyrja hitaliða vörnina núna, vegna þess að ég er bara að tala mótor og lagninar. Ég er ekki að tala sko hraðastýringu hérna. Það stendur hvergi hraðastýring. Nei, ég seti backups. Já, það er ekki. Ég er bara að Já, allt í lagi. Er það komið? Já.
Ok, síðan næst, 3.2. Er hægt að ræsa full lestaðan mótor með ID-ræsi? Ef svo er ekki, hvað er þá talin efri mörk lestunar? Og það er þess að nei, efri mörk lestunar eru 50%. Þetta er leitt á vera. Er allt í lagi að skrifa nei eftir mörkinu minnum 100? Við þurfum að skrifa 50%. Ef ég skrifa bara móður Þetta er þessi 1/3 sem er staðalega 3. Já, það gengur. Já. 3-1, aðeins að skoða það. Já, sérðu þetta? Það er stækkað aðeins betur. Svona. Nærum við að sjá það? Svona. Er það komið? Ok, flott er. Þetta voru, nei, efri mörkin eru 50%. Lestun. Ok, 3.3. Ákvaða straumgildi á að stilla yfirárásvörn sem er staðsett í fasastraum mótors við ID-ræsi ef málstraum mótorsins er 95 ampere. Þetta er málstraumurinn. Þetta er þess að í aðalstraumrásinni, en ef að yfirárásvörnin er í fasastraumnum þá verður það að finna fasastrauminn og þá segjum við 95 deilt með rótin af 3 sem er 54,8 ampere. Voru ekki allir með þetta rétt? Já, ok, má ég halda áfram? Já. Ok. Síðan kemur hérna, þetta er hitaleiðavörn hérna. Hvað er það? Hitaleiðavörn. Eða hitaliði. Ok. Og síðan næst mótorar sem ganga hægt undir fullu álagi geta skemmst ef ekkert er að gert, þar sem að langflestir svona mótorar eru bara loftkeldir með viftu, þá er ég ekki að taka það neitt sérstaklega hérna fram, en ég þarf kannski að fara að taka það fram því að þeir eru fleiri kannski eru að verða vasskeldir og svo framvegis, eða með auka viftumótor. Og það er spurt hvers vegna er yfirárásvörnin ekki nægileg við þær aðstæður. Sko, yfirárásvörnin hún mælir bara straum mótorsins og hann getur verið eðlilegur innan markanna. Það nefnir sem það ekki á heiti þessu svari. Nei, ok, þannig að spurningin er kannski ekki svo nákvæm. Ha? Er ekki bara í lagi, þú veist, í ljósið sem það var hitaleiði, bara í lagi að segja að það vegna þess að nefnum bara ála en ekki til dæmis hita. Ég segi hún mælir bara straum en ekki hita. Já, það er alveg nóg, segja það. Mæl bara straum en ekki hita. Alveg rétt. Skortir sem á að svara það. Já. Þetta er ekkert alveg kannski 100% svar. En þetta væri nóg svar, skilur, fyrir mig að fá frá ykkur. Þetta væri nóg að segja að hann mælir bara straum mótorsins. Punktur, það er búið. Það er nóg. Því að hérna yfirárásvörnin, hún er ekki nægileg við þessu aðstöðu vegna þess að hún mælir bara strauminn. Punktur. Við þá þegar þú styrk þessum yfirárásvörnin ekki nægileg við það. Já. Það segir bara hún segir yfirblík. Já, hún bara mælir strauminn. Búið. Já, ok. Hvað nefnist ræsið aðferð þriggja-fasa mótor sem kraftrásamyndin sýnir, og þetta er mjúkræsing. Mjúkræsir eða soft start. Já, mjúkræsir. Þeir eru komin með þetta, það ekki? Flott er. Þá er það næst, 3.5. Ef álag á rafala er 30 kW, hvað er þá afl á fasa? Það er bara fasaafl er sem sagt heildarafl er fasaafl þrefalt fasaafl sem sagt. Þannig að það er þá 10 kW á fasa ef að heildaraflið er 30 kW. Þetta er bara munurinn er þrefaldur þarna á milli. Það er einfalt. Ok. Ef maður verður 6 fasa, það er ekki þess að segja. Þessi var góður.
3.6. Hvers vegna er Megger betri til útleiðslumælinga en venjulegur afmælir? Megger gefur hærri spennu 500 volt til 1000 volt. Þess vegna er hann betri. Ok, Ég skrifa að og gefur ekki nógu háa spennu. það er líka alveg hárrétt. Afmælir gefur ekki nógu háa spennu, það er líka rétt. Ok, leyfa ykkur aðeins að skrifa niður. Við þurfum að fara að gefa í. Ég áttaði mikið á þessu. Ok, við komum með þetta. Hverjir eru kostir þess og gallar að nota venjulega peru til útleiðslumælinga? Það er fljótlegt að sjá slitin vöf en að öðru leyti ónákvæm. En ef maður segir auðvelt í notkun og það er að vera mikil útleita, það er bara vitlaust þá. Nei, það er allt í lagi. Það er nóg. Ég skrifaði einföld leiðniprófun og kemst fljótlega rásleiði en bara engar mæling. Hárrétt, allt í fína. Þannig að ég ætla að þú gerir ekki þetta aftur sem útleiðslu sé að ræða. Hvað annað erum að ræða? Ef að beint samband frá vafinu út í umgerðina, þá er hægt að sjá. Þannig að ef hann sér hann lýs, er það ekki bara að segja að það er útleiðslu? Það er bara eitt sem er að Já, ef það kemur eitthvað dauft ljós á hana, þá er eitthvað smá útleiðsla þegar þú ert að mæla á milli vafa og svona. En ok, þetta er bara einfalt, á bara að vera mjög einfalt. Samfössun, sama spenna, sama tíðni og rétt augnablik. Þetta er venjulega hvaða 3 skilyrði í 4.1. Þetta þekkið þið allt saman. Og síðan í 4.2 útskýrið hvað gerist, hvað vörn verður virk ef snúins hraði rafala sem á fasinu á neti örlítið minni en sem samsvara tíðninu á netinu þeir fasaði saman. Þá er að bakvarsvörlin, hún slær rafalanum út. Þið voru allir með þetta rétt? Já. Bakvarsvörlin slær rafalanum út í 4.2. 4.3. Lýstu hvað ljósdimmtenging hefur fram yfir dimmatengingu. Við höfum ekki mikið fjallað þetta, en það er rauninni bara, þessi ljóstímatenging er alltaf notuð þegar við erum að fasa inn. Við sjáum svolítið hringhreyfingu og sjáum betur hvenær að nálgast rétta augnablikið. Það er ástæðan. En þetta er voðalega svona, já, kannski, þetta er svolítið þetta er spurning sem að við myndum ekki fara að spurja nema við hefðum fjallað eitthvað mjög mikið þetta sko. En ég efast að þessi spurning komi þá á morgun. Því þetta er það svona. Já. Allt í lagi. 4.4. Hvers vegna þarf meiri segulmagnastraum við spanálag heldur en rýndarálag? Það er vegna þess að launstraumur í spanálagi vinnur móti seglun pólhjólsins. Það er B hérna, 4.4. Allir með það rétt, ok. Síðan koma einfasa mótorar. Ræsivægi í einfasa skamhlaupsmótor er stundum myndað með því að raðtengja þétti við hjálpavaf. Þetta er með mynd af í bókinni. Það er það sem er rétt. Heitir bara rögg. Það er bara A-liðurinn hérna. Og síðan, skuggapólsmótorar eru notaðir sem dælumótorar í þvottavélum. Ok. Það er síðasti liðurinn hérna. Svo í 5.3. Alstraumsmótorar, þeir eru notaðir í handverkfærum, þess að borvélum og slíkt. Þeir geta unnið bæði við AC og DC, en náttúrulega oftast núna eru notaðir við AC. Og það er þá helst í svona borvélum sem að tengi með snúru út í 230 voltin sérstaklega. Ég er ekki að tala handverkfæri eins og batterísvélar eða slíkt hér. Þannig að alstraumsmótorar, þetta er í handverkfærum og líka í hrærivélum, ryksugum og slíku, skiljið. Ok, síðan í 5.4.
Þetta er síðasta spurningin og hér er einfasa skamselsmótor og ef hann er einfasa þá sleppum við í að nota rótina 3. Munið eftir því. Þá er þetta bara einfasa formúlur. En þetta er sama að þeir aflið út er merkt á hann. Hann er merktur sem sagt 1,1 kW og við erum að byrja á því að reikna aflið inn. Það er sem sagt P út deilt með nýtni tölunni. Og við finnum hérna nýtnin hans er í prósentum og þess vegna þurfum við að deila með 100 hérna. Og þá er það 1,1 eða 1100 vött deilum við 0,745 sem er nýtnitalan, fáum hérna 1476,5 vött og það er aflið inn, þá getum við reiknað át strauminn og þá erum við að muna eftir því að sleppa rótina 3 af því að við erum alltaf með það í hérna 3-fasa dæmunum, en hérna erum við með einfasa mótor, þá sleppum við rótina 3. P inn deilt með spennunni U og cos phi tölunni og þá er það 1476,5 vött deilt með 230 svíin opnast 230 sinnum 0,94 sem er cos phi aflstöðullin, svíi lokast og hérna fáum við 6,8 ampere. Já, þá erum við konur í gegnum þetta próf. Eitthvað sem að tilheyrir hérna upptökunni, þá á ég ekki að loka upptökunni núna. Já, við erum konur í gegnum þetta. Stoppur í